Já. Já. Þá ætla ég bara mjúta. Þetta bánsum. Passa hann aðeins. Hvar var? Já. Þeir setjast bara á gólfið fyrir framan, það allt í góðu. Og þeir sem að vilja. Hæ. Ég með þetta hérna. Heyriði, krakkar, 6 ára kórinn má koma og stilla sér upp. 6 ára kórinn má koma og stilla sér upp.
Það stefnir í algjöra metmætingu hérna. Já. Þið eru aðstoða með kórinn. Frábært. Já. Það líka allt til að setjast hérna fyrir börnin. Þið getur sest hérna, þessi vilja. Við reynum að byrja eftir svona 2 til 3 mínútur. Ég held, Benedikt, að síðasti hundurinn sé kominn í hús. Já, ok. Þá getum við farið að byrja bara fljótlega. Vitið þið hvaða dýr ég er búinn að sjá í dag? Benedikt, ég er búinn að telja allavega 3 ketti, Og eina kanínu. 2 dverghamstra. Já, eina kanínu og Ég sá eina kanínu, já. Heyrist nú vel í þeirri skan. ég held ég verið að nota þetta upp á spæninni. Hæ. Jæja. Virkar þinn. Það er málið. Jæja, ágætu gestir. Hvar er það? Þá skulum við fara að reyna að byrja þessa fallegu samkomu. Heyrið eitthvað í mér? Nei. Við skulum reyna þá bara aðeins að lækka. En við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin. Ég held að það sé óhætt að segja að þetta sé algjör metmæting. Hérna eru 500-600 manns og fullt af köttum og hundum. Þetta er dásamlegt. Mér langar að byrja á því að lesa fallega bæn sem að heitir hundabænin. Allar saman sem hér eru að setja höndum í loft. Höndum í loft, svona. Og það er 2 sem hægt er að gera með svona hendi. Maður getur gert svona. Svo getur maður líka teiknað á sig. Og þá segir maður í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og nú skulum við hlusta rosa vel. Þetta er þessi fallega hundabæn. Þegar ég ímyndi ykkur að það sé hundur að segja þessa bæn. Til dæmis hundurinn hennar Esju hérna. Stóri hvíti fallegi. Og bænin hljóðar svo. Líf mitt varir aðeins 10 til 15 ár. Og ég vil ekki vera alein eða aleinn lengi í einu. Gefðu mér tíma
til að skilja hvers þú ætlast af mér. Athugaðu að ég legg allt mitt traust á þig. Og ég vil bara væntum þykju þína í staðinn. Vertu ekki reiður við mig lengi í einu og lokaðu mig ekki inni til að refsa mér. Þú hefur þína vinnu og þína vini en ég hef aðeins þig. Talaðu við mig, jafnvel þótt ég skilji ekki öll orðin þín. En þá skil ég að rödd þín, hún talar til mín. Ég hef mjög gott minni og man eftir bæði góðri og slæmri framkomu. Beittu mig ekki ofbeldi, segir hundurinn, og mundu að ég get auðveldlega mólað hönd þína, en ég beiti ekki afli mínu. Ef þú lítur á mig sem félaga og berð virðingu fyrir þörfum mínum, þá verð ég besti og traustasti vinur sem þú munt eignast. Hugsaðu mig þegar ég verð gömul eða gamall og vertu alltaf hjá mér þegar ég á erfitt. Allt verður svo miklu auðveldara þegar ég hef þig hjá mér. Og svo segir hundurinn að lokum við eiganda sinn, ég elska þig. Þetta falleg bæn, talað út frá gæludýrinu okkar. Yndislegt. Og á jafnt við þá ketti sem hér eru, dverg, hamstra, kanínur og hver þau gæludýr sem við eigum og elskum og fær okkur svo mikla gleði. Nú má yngsti kórinn standa á fætur og það okkar eigin Jóhanna Guðrún Jónsdóttir sem að stýri þessum kór. Hér með þáttaka í ár. Jóhanna, hvað eru fyrir utan ykkur Ingvar mörg í kórnum? Fyrsta kórnum. Ég held að við séum með núna, við vorum með yfir 100 skráð og við þurftum að grísa þetta niður og splitta hópunum í tvennt, þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur. En þetta náttúrulega ekkert nema yndislegt. Við fögnum hverjum sem vil syngja með okkur. Nú skulið þið standa á fætur, stelpur, þið eruð að byrja að syngja. Hann Ingvar Alfreðsson sem með kórinn með Jóhannu Guðrúnu Jónsdóttur ekki hér í dag, en hann Hjörtur Yngvi Jóhannsson spilar á píanó, takk fyrir það. Nú mega allir sem eru í fyrsta kórnum setjast niður, 1, 2 og setjast. Stundum í sunnudagsskólanum þá það þannig að kennararnir eru með glærur.
Maður sjá, réttu bönd sem hafa komið í sunnundaskóla hér. Já, ok. Maður sjá, eru ykkur fullorðnir sem hafa komið í sunnundaskóla hér? Einhver? Já. Sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag, við þurfum ekki glærur. Og ég segi ykkur af hverju. Inn í kirkjunni okkar, eru glærur fyrir þessa sögu. Hvað eru glærur? Það eru svona myndir sem eru settur upp á vegg. Ef að þið horfið, ekki standa upp, en ef að þið horfið á gluggana sem eru hérna eftir hann Leif Breiðfjörð listamann, þeir eru 7 og þeir eru 25 ára gamlir og þeir eru að segja sögu. Veit einhver hvaða saga það er? Ég skal gefa ykkur vísbendingu, það er fyrsta sagan í Biblíunni. Þessi saga, að hún fjallar það að Guð bjó til heiminn. Hann bjó til heiminn sjálfan og landið og grösin, dag og nótt. Og nú kemur það allra mikilvægast að sjá það. Þarna er Benni, hann er einn af því sem Guð bjó til. Þarna eru fuglar og fiskar og dýr og svo er maður. Og þegar hann var búinn að búa þetta allt saman til, þá sagði hann, og hann sá að það var gott. Öll dýr eru góð og við þurfum að passa upp á þau. Nú má yngri kórinn standa á fætur aftur. Við ætlum að heyra hvað segja dýrin og þarna eru dýr sem eru ekki hér í kirkju, Benni. Sum, jável bara sem ekki til á Íslandi. Nei, standa á fætur. Standa á fætur. Þið með standa upp, krakkar, stelpur. Þið með standa upp. Dýr jafnt sem fólk fagna mikið ofboðslega eru þið klár. Nú megið þið fara öll hingað því að eldri kórinn ætlar að koma upp.
Já, nú kemur eldri kórinn. Mig langar að segja ykkur það, kæru foreldrar, hvað þessi ungu börn eru dugleg að læra að vera í kór. Þau voru eins og ljós hérna áðan, Benni, alveg hreint. Á meðan við stillum upp, þá langar mig að biðja ykkur að sjá síðustu glæruna hjá honum Leifi Breiðfjörð. Sjáu þið myndina sem þarna lengst til hægri út í horni. Einhver sem veit hvaða saga það er? Nei, vitið þið ekki. Það svona bátur og svo eru dýr borð og regnbogi yfir. Það örkin hans Nóa. Nákvæmlega. Heyrðu, má ég koma sérna fram hjá? Ég ætla nefnilega ekki að syngja með ykkur. Það bara sannig. Svona. Benni, ef þú ættir að velja eitt lag sem þú myndir vilja heyra í þessari guðþjónustu sem að hefði með hunda að gera, hvaða lag myndir þú vilja heyra? Glaðasti hundur í heimi. Ég var spurður að því áðan, glaðasti hundur í heimi í sálmabókinni? Halló. Ég held ekki, ef þið eruð ekki viss, þá skulum við tjekka á því. En nú fáum við að heyra eldri kórana. Já, fyrir ekki. Ég vil taka það fram að þessi hundur hérna var þjálfaður í því að gelta á réttum tíma, ekki satt, við vorum búin að tala um það. Stelpur í eldri kórum, þið megið fá okkur sæti, örsnögt. Og svo ætla allir kórarnir að syngja saman, var það ekki Jóhanna? Eitt eftir, já. Sko, það eru margir sem að gefa til kirkjunar, margir gefa vinnu, kirkjuverðirnir okkar, messu, þjónarnir eru hér að gefa vinnu sína. Sumir gefa fjármuni og það er bara fallegt. Aðrir gefa páfagauka. Ariel, hvernig kom það til að þessi páfagaukur varð gjöf til kirkjunar? Það er nú eiginlega frekar hérna Jökul, sonar míns að svara fyrir það. Já, Jökull, af hverju var þessi páfagaukur gjöf til kirkjunar? Af því að við vorum ekki notalegir. Já, sko,
ef þið eigið afgangsgæludýr þá má koma með þau til kirkjunar. Ég fékk að vita að þessi páfagaukur heitir Jökull. Hann heitir Jökull. En það sem við fengum ekki að vita er það að Jökull er skelfilega fúllyndur. Var hann það heima hjá ykkur líka? Já, ok. Sko, hvar er Esja? Hvar ertu, Esja? Þarna, var hann fúllyndur heima hjá ykkur líka? Já, hann er eiginlega bara næst fúlastur í húsi á eftir mér. Viljið þið hitta Jökul? Viljið þið hitta Jökul hérna aftast? Allir til í það? Ég hata dýr. Hatarðu dýr? Hvað meinarðu? Hérna er fullt af fallegum dýrum. Já, sko, það stendur í þessari biblíunni, Benni minn, að maður eigi aldrei að segja ósatt og ég meina það frá hjartarótum ég hata dýr. Já, það er alveg rétt að í biblíunni eru boðorðin 10 og þar segir að maður eigi ekki að ljúga, en í alvöru tala, hvernig getur þau fundist öll dýr vera leiðileg? Já, sko, ekki öll dýr, en það er vond lykt af hundum. Kettir borða páfagauka. Páfagaukar eru háværir og óviðeigandi. Hamstrar og mýs pissa út allt. Ég hata dýr. Nei, krakkar, hann hatar dýr. Hvað segið þið? Hann er sjálfur dýr. Já. Hvað viltu nú segja við því? Viltu ekki bara reyna að vera skemmtilegur og vera jákvæður? Já, er það tilgangurinn með að eiga svona dýr? Já, ég held að segja tilgangurinn með að dýr gefa manni kærleika og gleði og hlýju og sína traust. Ég skal kannski taka það á með að vera pínu fyndin páfagaukur. Ég er bara sammála því. Já, ok. En ég veit að einhver önnur dýr eru líka fyndin. Hundar eru til dæmis alltaf glaðir. Já, eins og glaðasti hundur í heimi sem við syngjum hérna á hann. Flestir kettir sem ég þekki eru komnir á veganfæði því kissur hér inni. Er það þannig með ykkur? Nei. Eru allar kissur á veganfæði? Nei. Páfagaukar halda manni félagsskap, hamstrar og mýs eru skemmtilegir félagar, í barnaherbyggjum og svo framvegis. Mér finnst þú bara svolítið skemmtilegu, Jökull. Já, enda er sko gott að vera í kirkjunni, það er bara þannig. Krakkar, er hann ekki bara ágætur? Er ekki miklu betra að sé skemmtilegur og jákvæður og hlýr og góður? Þið sjáu, við erum búin að ala hann upp, við erum að vinna í þessu. Jæja, þá mega kórarnir standa á fætur, allt stóru kórarnir. Já, ok, ég tek hann. Já, takk. Vilt þú kannski passa hann hérna fyrir mig? Ariel, passa fyrir páfagaukinn. Jæja.
Því eru hér svona margir kettir, ég taldi 3, mögulega 4, ég held þetta sé kirkjumet. Þið sem eruð í yngsta kórnum, nú megið þið sækja bangsan ykkar Koma fremst. og koma hingað upp og stilla ykkur fyrir framann. Benni, Já. þú ert með bangsa með þér. Hvað er hann ungur þessi bangsi? Ég er með bangsa hérna með mér sem að ég fekk í sængurgjöf. Í En sængurgjöf? hann var orðinn gamall þá. Já, En ég er 50 ára. já, Þannig þessi er orðinn mjög gamall og hann er búinn að missa eina hendina já, og hann er búinn að missa augun. já. En Elsku hann bangsi. er ekki búinn að missa það að hann gefur mig kærleik og ást. Já, stelpur, komið inn og hingað alla saman og snúið fram. Bangsi. Benni, Já, ert þú til í að halda bangsanum þínum svona upp? svona 10 ára. Ok? Hann er svona 60-70 ára. Já, eru allir sem eru með bangsa í höndunum til í að gera slíkt þið sama? Að lyfta upp bangsanum ykkar? Allir að lyfta upp bangsanum, líka þeir sem eru aftast. Já. Vá, fallegt. Ok, og nú skulum við gera saman, Benni. Já. Fyrst skaltu segja, Guð blessi þig. 1, 2 og. Guð blessi þig. Og svo segjum við, takk fyrir alla gleði Alla gleði og huggun og huggun sem þú gefur mér. sem þú gefur mér. Ó, hvað þið eru ríka eiga svona fallega bangsa. Nú ætlum við að fá magnificent lokalag, er það ekki? Það eru allir kórarnir saman og við erum að fara að syngja lagið Hvað getum við gert til þess að minnka fordóma? Ég veit það, Benni, ég veit lausnina. Veist þú það? Að minnka fordóma. Við getum faðmast Akkurat. og þurrka tárin og hugga hvort annað. Og svo hérna á eftir lokaleginu þá ætlum við að fá dýrin okkar upp að altarinu Já, þá bjóðum og við blessa þau. blessun. Já. Það verður þá 2 raðir hérna og hérna. Hjá mér og Sigurvin. En þetta er lag sem að Jóhanna og Ingvar og börnin sömdu saman. Hvað getum við gert? Já. Komum við framar, hérna. Krakkar, eru þið ekki líka í kórnum? Viljið koma hérna framar?
Frábært, takk fyrir krakkar. Þið eruð ótrúlegar, kæru stúlkur. Nú ætlum við öll að sameinast í stuttri bæn. Þá bið ég alla krakka að rétta út hendur svona og setja hendurnar saman og svo ætlum við að biðja saman. Og þá segjum við, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það má fara með þessa bæn í Kringlunni og Smáralind þó þessi kleður og líka í kirkjunni. Ert þú til í að spila öll þessi fallegu lög í gegn aftur á píanóið meðan við blessum dýr og bangsa? Nú mega allir sem vilja tvær raðir hérna með dýrin. Koma upp með dýrin Dýr og bangsa, þessi vilja. Takk fyrir í dag. Ef að þið viljið ekki blessun á ykkar dýri, þá þökkum við fyrir komuna hingað í Vídalínskirkjuna ykkar. Glæsilegt. Vilt þú fá blessun? Gjörðu svo vel. Komdu hingað upp, elsku vinkona. Blessi þig og varveiti. Blessi þig og varveiti fyrir allt